fjalla aðeins Reykjanesskagann og hvað að gerast hér hjá okkur á Reykjanesskaganum í jarðhræringum og hvernig það hefur áhrif á samfélagið hér og alveg inn á höfuðborgarsvæðið, bara suðvesturhorninu held ég sé óhætt að segja og hvernig við búum okkur undir þetta og hversu við megum vænta. Og til þess hef ég fengið til mín góða menn með víðtæka þekkingu og reynslu á þessum málum. En það er Ari Trausti Guðmundsson, þingmaður Vinstri grænna og jarðfræðingur og mikill Suðurnesja maður, þar sem hann hefur búinn að pæla held ég hverri hraunþúfu hér á okkar svæði og komið að mörgum verkefnum hér á svæðinu við gerð alls kyns áætlana og geopark og fleira. Þannig að það verður gaman að fara yfir þessi mál með þér, Ari. Og svo Hjálmar Hallgrímsson, lögreglumaður og bæjarfulltrúi hér í Grindavík. Þannig að hefur starfað lengi að þessum málum og verið mikið hér á ferðinu þetta svæði líka. Þannig að þið að þekki þetta vel, strákar, og velkomnir í þáttinn og takk fyrir að koma og ræða þetta. Ari, ef þú myndir bara aðeins byrja svona og segja okkur svona hver telur þú stöðuna að vera akkurat núna? Hún nú lítið breytt frá því sem verið hefur. Þetta hefur þróast í þá átt að hefur þessi kvikufyllta sprunga verið að þrengja sér inn í jarðskorpuna. Kvikan býr til sprunguna jafnóðum, hún ekki að fylla upp í eitthvað gat. Og það hefur verið sem sagt þessi stóru skjálftar, jafnvel nokkrir tugir af skjálftum sem eru kannski 3 og þar innan, 3 og yfir á hverjum degi. Það hefur aðeins dregið úr þeim skjálftum, bæði stærðinni og tíðninni á stóru skjálftunum. Litlu skjálftarnir eru nánast jafn tíðir og áður og eru svona 1, 2 og 3 á mínútu, alveg stanslaust. Svo eru skjálftar sem eru á miklu dýpi, þeir eru neðan 10 kilometra og alveg niður í 20 kilometra. Við sjáum þá ennþá. Þannig að það merkir að aðkoma kviku inn á svæðið úr djúpunum ennþá að gerast og þannig að þessi kvikufyllta sprunga sem við kallum gang á jarðfræðimáli, hún einfaldlega að þróast áfram og þá spursmál hvort að þrýstingur verður nægur til þess að neyða kvikuna upp, ef við bara orðum þannig, upp á yfirborðið. Þetta getur dregið úr þessu næstu daga og við þá bara sloppið við eldvirkni. Svo alveg jafn líklegt að það gerist ekki heldur gangi þetta svona í einhverja klukkutíma eða daga héðan í frá og svo kemur upp jarðeldur. Og ef það verður hlé, þá má alveg búast við að einhver staðar á skaganum hefjist svo svipuð atburðarás, hvort það í einhverju öðru eldstöðvakerfi eða þarna í nágrenninu, það getur enginn sagt fyrir. En Hjálmar, nú komin eitthvað 14 mánuðir eða eitthvað síðan þú varst vakin upp eftir Þorrablót og landfærið að rísa. Þá voru settar mikið af áætlunum og undirbúningi af stað og núna með þennan atburð sem þróun á atburðinum þá til dagsins í dag. Hafið þið þurft að gera einhverja frekari áætlanir eða bregðast einhverju öðru sér við eða var þetta bara allt tilbúið? Sko, það er rétt eins og þú segir, þetta hófst fyrir löngu síðan hjá okkur og breytingi sem hefur orðið sú að fyrst snerist þetta aðalega bara Grindavík. Miðað við skjálftahrina sem var í fyrra og þetta landris og svona sem var að koma upp og þá sneri þetta meira Grindavík. Nú í framhaldi af því að þá fórum við bara á fullu í vinnu að fara yfir alla almannavarnaferla. Við erum alltaf með öfluga björgunarsveit, Þorbjörn, og núna á allt að vera tilbúið. Við erum með björgunarstöð bara í íþróttahúsinu. Hún að kaupa ljósavél og við höfum undirbúið okkur bara mjög vel.
og allar rýmingaráætlanir og allt slíkt tilbúið fyrir Grindavík sem bara mjög gott. Hins vegar við þessar breytingar sem verða núna að þessir jarðskjálftar sem eru þarna við Keili og Litla-Hrút, þá virðast Vogamenn hafa dregist meira inn í þetta. Og þeir hafa orðið fyrir óþægindum og þá kemur í ljós að ákveðna rýmingaráætlanir og fleira hefur ekki verið kannski gert fyrir Voga og eins má segja með Reykjanesbæ. En nú verið að vinna bara mjög heildstætt að þessu öllu og handbókin okkar til viðmiðunar og það mjög góð samvinna í þessu. Og þessi stöðufundir sem eru núna, bara eru búin að vera daglega meðan á þessu staði, eru mjög góðir. Og það bara að tala svona hlutina eins og þeir eru og svona til að lýsa andrúmsloftinu í Grindavík, það var aðeins breyting hjá okkur frá því að skjálftarnir áttu upptök sinn í kringum Svartsengi eins og í fyrra, frá því að fara við Fagradalsfjall og vera stöðugir þar og færa sig svo norðvestur. Þá svona leið fólki betur hér af því þetta meira inn í óbyggð en enga síður áhyggjur af því hvað þetta að fara langt. Og svo síðustu fréttir þá voru aðeins skjálftarnir að koma aftur tilbaka í suðvestur. Þannig að við erum bara öllu vanir og erum tilbúnir bara við öllu og eins líka, eins og ég segi, nágrannasveitarfélögin, það eru allir á tánum, HS Veitur, HS Orka og það eru allir inn á þessu og eru allir að fylgjast með og mér svo núna verið að vinna í því að ef að eitthvað gerist á þessu svæði, þessu heitasta svæði í dag, að þá eru fjarskiptin ekki nógu góð, eins og við þekkjum vilja. Það til dæmis, það ekki gott tetrasamband og GSM-samband, það var settur nýjur endurvarpi hérna á Hósnesvita, en þá eftir að tengja hann og setja upp einhvern spegil, þannig að núna eru menn bara að vinna í þessu. Þannig að undirbúningur á öllu svæðinu í gangi og vöktunin náttúrulega frábær. Þannig að okkur líður vel út frá svona vísindaða samfélaginu. Það verið að vakta þetta allstaðar, við fáum reglulega upplýsingar og líka það að við vitum fáum SMS eða ef eitthvað gerist. Ég hef líka lengi sagt það að Grindavík orðinn öruggasti staðurinn í þessu öllu saman út frá þessari vöktun og þessum undirbúningi og öllu þessu. En ég líka svolítið, eins og Hjálmar að koma inn á Ari, að Grindavík hefur svolítið verið hann í þessari umræðu. En ef þú færi kannski aðeins með okkur yfir Reykjanesið og Ölstaðakerfið, þetta er ekki bara bundið við Grindavík þó að ein möguleg sprunga eða tvær eru kannski nær byggð hjá okkur, en Ölstaðakerfið nær miklu lengra, jarðskjálftarnir getur verið stærri fjær okkur heldur en hérna nær okkur og annað slíkt. Já, þetta er náttúrulega stórt landsvæði og eitt það eldvirkasta og skjálftamesta á landinu, svona ef við tökum svona eins og 1000 eða svo. Þannig að, ég meina, við 2/3 þjóðarinnar hérna á svæðinu frá Reykjavík og Þorlákshöfn einhvern veginn. En eldstöðvakerfin sem við köllum, það eru þau sem eru virku hlutarnir á plötuskilunum. Plötuskilin koma inn á Reykjanesskagann og beygja í austur og svo raðast 4 til 5 eldstöðvakerfi skálægt ofan á þessi plötuskil og á milli þeirra eru skákirnar fríar, það að segja að það ekki eldvirkni eða sem sagt jarðskjálftar sem eiga sér upptök á millibilunum, á milli þessara löngu mjóu sem sagt belta, eða við köllum eldstöðvakerfi. Og núna virknin, eða hefur hún verið aðallega í 2 eldstöðvakerfum, það að segja því sem við kennum við Reykjanesið, svo svæðið við vitan, Reykjaneskerfið sjálft, og svo Fagradals eða Krýsuvíkurkerfið sem næsta kerfið fyrir austan. Og við höfum langa sögu sem að sýnir okkur hvernig þetta kemur svona í hrynum með margra alda millibili og hrynurnar sjálfar geta staðið í einhver áratugi jafnvel, óróarhrynurnar. Og svo það gjarnan þannig að eitt kerfi tekur við að öðrum. Þannig var þetta síðast. Þá spiluðu 3 af þessum kerfum saman
í 3 aldir og í hverju kerfi var hrina sem var 20 til 30 ár. Þetta stóra myndin og við getum alveg verið reikna með henni, en þetta er ekki víst að þetta verði þannig, vegna þess að þegar kemur að eldvirkni sérstaklega, að þá svona mjög algengt að hlutirnir geti orðið öðruvísi en maður býr sig undir. Og til þess að fara svo nær í nútímanum, að þá var það þannig að kom innskot, kom gangur og var til við Þorbjörn og norðaustan við veginn líka. Og þarna hefði geta gosið, skiljiði, en sú kvika dreif ekki upp og svo dó það út. Núna kvikan að þrýsta á norðaustar og við vitum ekkert hvað það endar. Ástæðan fyrir því að við höfum mjög góðar brottflutningsáætlanir og mikið viðbúnað í Grindavík sú að sprungukerfi liggur svo nærri bænum. Þannig að ef að gís þarna inn við Sundhnúka eða Sýlingafell eða eitthvað sem getur vel gerst eins og gerist fyrir 2000 árum, þá mjög stutt vegalengd niður í bæ. Við tala nú ekki um að gís einhvers staðar við Þorbjörn, og þess vegna þetta svona og þess vegna bara þið á tiltölulega góðum stað. Ef það fer að gjósa þarna inn frá það sem aðalvirknin núna, þá öryggið margfalt meira. Hraunrennsli yrði til að byrja með sennilega mest í suður og það tæki töluverðan tíma að rjúfa Suðurstrandarveginn. Það færist mjög lítið hraun til norðurs og vogar væru ekki nokkurri hættu. Þannig að það svolítið ólíku saman að jafna og það þyrfti bæði að gjósa norðaustar en núna órói og í mjög langan tíma eða hraun ætti að vera farið að nálgast Reykjanesbrautina. Þannig að allar hugmyndir brottflutning vegna hraunrennslis eða eldgos, til dæmis úr vogunum, það er ekki eitthvað sem að pressar á að leysa, vegna þess að fyrirvarinn væri svo gríðarlega langur. Og fyrir utan það að þá stór Sigdalur, norðan við eða austan við öllu heldur, austan við Voga, sem endirinn á hluta af Reykjaneskerfinu. Stalla misgengi mikil sem að maður sér mjög vel þegar maður að koma niður brekkuna í áttina af Vogum þegar maður kemur keyrandi úr Keflavík. Hann myndi rúma gríðarlega mikið hraun, þannig að það ég held að enda þessi líkön sem búið að vera að búa til, þau sýna alls ekki hraunrennsli í Voga. Það ein álma sem að hugsanlega gæti slitið í sundur byggðina á Vatnsleysuströnd, en þessi líkön sem verið að búa til, þetta allt saman fræðileg líkön sem eru gerð til þess að sýna hvað gæti gerst í ákveðnum tilvikum ef að gosið mjög löng. Akkurat, þess að vera undirbúin og það einmitt það sem að þið að takast á við í bæjarstjórninni og lögreglunni, Hjálmar. En það annað, nú fókusinn svolítið mikið á einmitt þetta, hvernig bara öryggi okkar beintengt, hvernig innviðirnir og allt það. En svo kannski annað sem mikilvægara að huga núna, það þessi andlega hlið, þessi ótti og sér hæðsla sem að fólk hér bara á heimilunum sínum. Og ég kannski upplifa, ég veit ekki hvernig það hjá ykkur sem eru nær þessu, Hjálmar, varðandi að jarðskjálftarnir, fólk kannski meira að bíða eftir stóra jarðskjálftunum heldur en endilega hræðsluna við gosið, þessi stansleysi titringur kannski það sem að skapa svefnleysi og annað, Hvernig það að bregðast við þessu og upplifa þetta? Já, það alveg rétt að til dæmis eins og bara í gærkveldi, það eru nú 2 skellir í gærkveldi, það kom mikill skjálfti þarna rúmlega 7 og ég satt að segja hef aldrei fundið hann svona sterkan eins og heima hjá mér. Þá kom í ljós, hann rétt bara norðan við Nesveg, hann bara beintur ofan byggðina. Skilst hann hafi verið upp á 4,2, en það var mörgum mjög brugðið við þetta. Þetta eitthvað mesta högg sem við höfum fundið.
Hinn skellurinn var svo að Höttur og Egilsstöðum lagði Grindavík, en það gerist aðeins seinna. Það var hinn skellurinn sem við fengum í gær. En hvernig við bregðumst við, núna til dæmis Kvikan, menningar- og auðlindahúsið okkar, það verður opið núna helgina og það kannski að þú manst það, Trausti, þegar við héldum íbúafundinn í fyrra og vorum að vinna í þessu og hann, þegar við héldum fund í Kvikunni og við fengum til dæmis bara pólska samfélagið okkar og við gátum túlkað fyrir þau og sagt þeim hvað var að gerast, hver sagan væri, hverja líkurnar væri og við höfum svona aðeins, því að þetta fólk hefur ekki kynnst þessu eins og við til dæmis sem erum búin að búa í Grindavík alla þessa tíð, það verið skjálftar hér í gegnum tíðina, alla tíð, þannig að við erum svona ónæmari fyrir þessu, en breytingin svo að Grindavík er líka orðið bara 3600 manna bær og mikið af fólki hér af erlendu bergi brotið og það þekkir þetta ekki og við erum að reyna að ná líka aðeins utan á það. Ég veit að Elínborg í kirkjunni, hún hafi verið opið fyrir þau þar og það er verið að reyna að túlka og upplýsa þetta fólk þannig að þau líði betur í þessari óvissu. Við erum að reyna að gera allt sem við getum og ég veit að til dæmis eins og bara ef við tökum Vísi sem dæmi, útgerðarfélagi Vísi, þeir passu upp á allt upplýsingaflæði. Nú þið heyrðuð það daginn að fólk bara fóru út eftir fyrsta skjálftann og svona aðeins að sjá til hvað væri að gerast. En við erum að reyna að vakta þetta andlega hlutann vegna þess að hitt allt svo mikil óvissa en fólki líður ekki vel og þannig að við erum að reyna að bregðast bara við með þessum hætti. Svo nú Grindvíkingar þannig að við erum með tengslanet. Hérna búa til dæmis bara öldruð móðir mín og systir hennar og eftir eitthvað svona þá bara símtal yfir og allt í lagi, já það duttu niður 2 myndir. Þannig að það mjög fljótt að fara fiskisagan og eitthvað að við bregðumst bara við því. En Ari, ef við förum það aðeins yfir þessa jarðskjálfta, það alltaf að tala að það verið mest 6 hérna út á skaganum, en innar á honum eða kringum Bláfjöll og Brennisteinsfjöll, þá talað að maður geti orðið 6,5. Þannig að þetta eitthvað svona munur og þessi jarðskjálftar þeir eru ekki alltaf bara tengdir gosóróa. Nei, svo fjarri því langt flestir jarðskjálftar sem hafa orðið bara, við skulum segja, það sem af þessari öld, út á Reykjanesskaganum öllum, það eru þessi sem við kallum brotaskjálftar. Skjálftar sem verða til vegna þess að stóru flekarnir að færast í sundur og það magnast upp spenna í jarðlögunum og svo bresta þau og þá verða jarðskjálftar. Og þannig þetta núna og meðan þetta var hjá ykkur meira, þá var þetta í gangi. Svo kemur Kvika stundum inn í þetta dæmi líka, sérstaklega á plötuskílunum eins og á Reykjanesskaganum. Og þá auðvitað flóknar dæmið og auðvitað getur Kvikan sjálf með það að vera að ýta sér áfram búið til skjálfta. Þannig að við tölum oft við skulum segja bara kvikutengda skjálfta og svo þessa brotaskjálfta. Og nú það þannig að þessi skjálfta sem að þið eruð að finna mikið, við skulum segja 3, 4, jafnvel upp í 5, það svona áliti vera hámark skjálfta í nánd við þessi plötuskil gjarnan. Og vegna þess einfaldlega að þarna eru hreyfingarnar og spennulosunum með þeim hætti að þeir verði ekki mikið stærri en það, en 5 orðið verulega óþægilegt og getur eitthvað valdið skemmdum, vissulega. Og þið áttu ykkur á því að hálft stig á þessum skala 5-földun á aflinu. Þannig að munur á 5 og 5,5 eða 5,5. Nú, svo gerist það að við erum tengd, Reykjanesskaginn tengdu við afganginn á landinu í gegnum hengilskerfið sem þá hengillinn og Hellisheiðin og Skálafell og Brennistisfjöll og það sem sunnanverður skaginn
Og á Suðurlandsskjálftabeltin, sem sagt á Suðurlandinu þetta svo kallað Suðurlandsskjálftabelti, þar sem að hreyfingin er svona, ekki svona í sundur, heldur svona, og þar verða skjálftar sem geta leikið á bilinu 6 til 7, jafnvel 7+. Þetta svona svipað og út í sjó fyrir norðaustan. Tjörnesbeltið sem hefur skolfið núna mikið á þessu síðustu árum, þess að undan mynni Eyjafjarðar og undan mynni Öxarfjarðar, út í sjónum þar. Allir muna, flestir sem eru orðnir fulltíða, muna eftir skjálftunum 2000 og 2008, þeir voru báðir upp á 6,5 á Suðurlandsundirlendinu. Sú virkni magnaði upp spennu á sunnanverðum Reykjanesskaganum, einmitt í á þessu hálendi frá Henglinum og yfir í Brennisteinsfjöll við Kleifarvatn. Þetta svona mikil hálendi skák sem þarna Þetta eiginlega, og hún nær yfir tvö eldstöðvakerfi, annars vegar Hengiskerfið og hins vegar Bláfjallakerfið. Núna þá hefur verið mikið spennur útlosun hinum megin við þetta hálendi. Það að segja út á Reykjanesi, við Grindavík og núna inn á svæðinu milli hjá Faraldarsfjalli og Keili. Og þessi hreyfing sem hún magna svo upp þessa spennu sem að þegar var komin á svæði sem upp í hálendinu fyrir austan Kleifarvatn út af Suðurlandsskjálftunum. Þannig að menn hafa talað það dálítið lengi núna að á endanum þá hljóti þessi spenna að losna. Og það bakgrunnurinn af þessum skjálftum sem eru 6 til 6,5 sem við vitum svo stórar af því að þeir hafa orðið á 20. öldinni. Þeir var riðið yfir að minnstakosti 3 sinnum á 20. öldinni upp á rúmlega 6. Og nú bara vilja menn meina það að á næstu vikum, mánuðum eða árum að þá sé líklega að þarna verði skjálfti af þessari stærð. Og hann auðvitað hefur verulega áhrif á allan skagann, á höfuðborgarsvæðið, á Grindavík, á Voga og svo framvegis, alveg út á flugvöll og það erfitt að sjá nákvæmlega fyrir hvað hann gerir en það verða einhverja skemmdir svona minni háttar á húsum. Það munu hrynja munir úr hillum og verslunum og svo framvegis. Þetta gerði ég, mann þennan skjálfta ágætlega 1968 í Reykjavík, þá var ég í menntaskólanum í Reykjavík og mann vel eftir látunum og tjóninu sem var í miðbænum í öllum verslunum sem voru þar. En þetta var ekki alvarlegt samt sem áður. Þannig að maður getur sagt sem svo að þetta er ekki hamfarir, sko, alls ekki. En verður óþægilegt og veldur einhverju tjóni. Þetta svo óháð því hvort að það gjósi nokkuð á þessu svæði sem við erum að vakta núna sem mest. Það alveg óháð því sjálfur. Það bara spursmál hvenær jarðlögin sunnanvert á Reykjanesskaganum segja nóg komið og bresta. Já, þetta áhugavert og út frá þessu að þá kannski erum við líka bara að hugsa þetta, að upp á framtíðarbúsetu, hvernig framtíðin fyrir fólk og hugsa aðeins lengra fram í tímann, að þá þetta alltaf lýsa því að það þýðir ekkert að flýja bara og grinda eitthvað annað. Við erum bara á Íslandi og það eru jarðskjálftar alls staðar, það eru allskyns svona almannavarnar ógnir. Þannig að svona langtíma hugsunin, hún þá líka bara til þess að gera búsetuna hér enn öruggari og enn meira tilbúnar væntanlega til þess að búa með þessum jarðhræringum. Það þá kannski verið að hugsa vara innviði, til dæmis ef að virkjunin fer út, hvernig finnum við heita vatnið okkar, ef við erum að leggja nýjan veg til að klára Suðurstrandarveginn, hvernig hann gæti mögulega skilt eitthvað bænum, myndi opnast einhver gossprunga yfir ofan og annað slíkt. Þannig að þetta ekki rétt skilið hjá mig? Jú, það alveg rétt og sko eins og Ari Trausti kom inn á áðan að þegar þessi jarðskjálftar voru svona nærri bænum, þá var ekkert óeðlilegt að það séu gerðar rýmingar áætlanir og fleira. Þetta alltaf aðstæður þegar þetta svona nærri eða það sem við erum að tala við Fagradalsfjall.
líka annað að því að tala Suðurstrandarveginn, við heyrðum nú í Sigurði Inga bara daginn, hann kom nú hérna í heimsókn og við vorum að ræða það að þegar við klárum Suðurstrandarveginn, þar sé þann kafla sem að snýr hérna og norðan í Grindavík, að við vildum kannski sjá einhvers konar mun, ég veit að sem að myndi kannski tefja fyrir eða veita svona ákveðið öryggi með því að lyfta veginum upp. Og ég tala við Sýlingafellið að það skyldi gjósa einhvers staðar þar og þannig að sú hugmynd var uppi og ég veit að fólk hefur verið að ræða það. Það yrði svona betra og myndi líða betur. Það var umræðan sem var þá en núna er svolítið breytt. En eins og þú sagði Vili, ég meina menn hafa búið hérna lengi, við erum með heitavatnið rétt hjá, við erum með fiskimiði hérna rétt fyrir utan, nú er hávertíð, menn þurfa bara svona að stemma sig af til að koma ekki með of mikið fisk. Búsetuskilyrði almennt eru hérna bara frábær, en það er alltaf eitthvað sem fylgir sem er ekki alveg með, en ég held að þetta svona bara þurfa að skoðast en eins og eftir svona eins og á bara síðastliðnu ári, ef við tökum allt með í reikningin, til dæmis bara vilja deiliskipulag og allt slíkt fyrir byggðina. Við tökum ekki bara næsta hólfið hliðina og en við verðum að skoða þetta út frá öllum möguleikum, öryggisatriðum líka. Það er gott að skoða jarðfræðina og fá þar til gera menn hvað myndi leggja til að það sé hentugur að vera hér, það er svona öllu öruggara, þetta er hærra og og hefði, en þetta má taka með í framtíðarskipulagi byggð í Grindavík. Já, við lærum af reynslunum, bara kannski núna rétt í lokum varðandi þetta, Ari, hann talaði öll góðu lífsgæðin hérna. Þetta getur líka nefnilega verið gott, þetta einhverju leyti það getur allan endurnýjað auðlindin okkar, heita vatni sem við erum að framleiða rafmagnið úr og hita húsin okkar með. Já, það er auðvitað hin hliðin á eldvirkninni, við værum ekki svona vel í sveit sett ef að landið væri ekki svona lifandi og ég meina núna í fyrra þá kom sennilega kvika inn undir jarðhitasvæðið í Reykjanesi og gerði það einmitt 1968 eftir þessu stóru skjálfta sem að ég var að ræða, þá breyttist svæðið mjög mikið og var alveg greinilegt að þarna kom ný kvika inn til sögunar og þannig endurnýjum við og komum við veg fyrir það að þessi svæði gangi til þurrðar svona okkar mælikvarða þó ekki til eilíft í náttúrunni. En mér langar að koma einum punkti sem að snýr svolítið að þessum með kvíðan og hræðsluna og svona óróleikann að besta meðalið við því er náttúrulega að fræða fólk allt sem að þessu lítur svona á alþjóðlegum nótum og hafa samráð við fólk, upplýsa það, hafa tengingar eins og við erum að ræða hér vegna þess að það er engin önnur með þetta eru það ógnarlegir atburðir, stóri skjálftar, eldgos, nálægt byggð og svo framvegis, að það er alveg fullkomlega eðlilegt að fólk sé kvíðið og óttaslegið og það eina sem virkilega getur slegið á það er að tala við fólk á þessum nótum að þetta gerist af því að þetta er að gerast og þetta getur gerst en það er ekki víst og þetta geta vísindamenn sagt fyrir en ekki þetta og svo framvegis og svo hefur reynslan sýnt okkur það að þegar eitthvað gerist eins og út í Vestmannaeyjum að þá tökumst við á við það með öllu því besta sem við eigum, bæði besta fólkinu, við náum í bestu tækin, við erum að þróa núna aðferðir við að geta spáð stórum jarðskjálftum. Það núna orðið þetta að segja með nokkra klukkustunda fyrirvara að minnstakosti, hvort að eldgos hefjast eða ekki. Stundum gætum við hugsað okkur jafnvel 24 eða 48 tíma og fleira skiljið. Þannig að gegn náttúruváni höfum við fyrst og fremst þekkingu og mannleg samskipti. Akkurat, og það kannski sem við búum við einmitt hérna eins og kom inn á áðan, að
allt almannavarnakerfið búið undirbúið sig, vísindakerfið, það búið að fjölga mælunum, við erum að sjá erlenda háskóla hérna alveg með fullt af mælum líka, þannig að fyrirvarinn og undirbúningurinn allt gengur miklu betur. Og ég held ég getum ekki sagt annað heldur en að þetta samtal okkar hérna hljóta að vera einmitt liður í þessu sem aðra vera að fara, upplýsa og fræða, og ég þakka ykkur alveg kærlega fyrir það. Þetta búið að vera mjög fróðlegt að fá okkur til að fara svona yfir þetta og vonandi geta bara sem flestir hlustað og nýtt sér það. Og það sem þið hafa verið að segja hérna, lýsa bara að það eru jarðhræringar hérna á Íslandi, við vitum helling það, við höfum undirbúið okkur eins og hægt þannig að það ekkit, fólk almennt á getur nokkuð vist að það sé ekki í hættu og eins og staðan núna lítið af innviðum og mannvirkjum í hættu, þó að þetta sé ábæðilegt. Og svo líka annars sjáið að eldstöðvakerfin á Íslandi eru 30 talsins og meir en helmingur af þeim hefur verið virkur svona undanfarin 1000 til 2000 ár. Það eldgos á svona bil 3,5 ára meðalfresti á Íslandi. Það að segja á einni öld erum við með 30 eldgos að minnsta kosti. Og núna eru stórar eldstöðvar á landinu sem hafa verið að sýna af sér merki einhvers konar undirbúning undir eitthvað, það að segja Öræfajökull, Hekla, Katla, Bárðarbunga og Grímsvötn. Þetta eru 5 stórar eldstöðvar sem og svona Bárðarbunga svo 7. sem að sýna af sér ýmis merki það að geta komið eldgos á næstu árum eða áratugum. Og ef við ekki getum dílað við þetta eins og krakkarnir segja, þá getum við bara flutt. Já, það okkar verkefni að díla við þetta. Ein loka spurningar sem ég heyri mikið rætt og spurt. Það margir sem að vonast til þess að eldvirknin akkurat þarna sem hún núna, eldvirkni, skjálftavirknin, gosóróin, að sé bara vona að opnist sprungan hvort að það lækki eitthvað þrýstingin og dragi úr því að þetta komið þá einhverstaðar annars staðar færist bara að þetta tappi aðeins af. Hvað getur að frætta okkur það? Já, ég meina það er auðvitað möguleiki, auðvitað minnkar þetta eitthvað álagið á allt kerfið, en í raun og veru gerir það ekki það þegar á heildina litið, skiljið vegna þess að af þessari kviku sem á ferðinni og þrýstist inn í jarðskorpuna sem kvikufylltar sprungur, gangar eins og við köllum, þá ekki nema brot, kannski örfá prósent sem að nær yfirborðu og myndar einhvers konar gosmyndanir á yfirborði. 90% pluss af þessari kviku storknar neðanjarðar. Þannig að það er gríðarlega mikið af henni og lítið eldgos sem kannski 0,2-3 rúmkílómetrar, 200-300 milljón rúmmetrar. Það eru þessi svona venjulegu litlu hraungos á Íslandi. Það gerir tiltölulega lítið í heildarsamhenginu og það er alltaf möguleiki því að þetta sé upphaf að eldgosahrinu. Við upplifum það milli 75 og 84 á Norðausturlandi, Kröflueldana. Þá stóðu skjálftar og eldgos yfir í 9 ár og eldgosin voru 9 og kvikurhlaupin neðanjarðar voru 21, það er að segja tæplega helmingurinn varð að eldgosum, hinn helmingurinn náði aldrei upp og þarna var sem sagt svona atburður sem var endurtekning á atburðum sem höfðu orðið á 18. öld, þar á undan í kringum landnám. Kringum árið 1000. Þannig að við getum verið að fara inn í svona atburðarás á Reykjanesskaganum og þá erum við að tala þetta sem ég var að gera grein fyrir allra fyrst, þessi löngu óróa tímabil. Og við getum ekkert sagt til það hvort að það sé akkurat að gerast núna eða hvort við fáum bara eitt eldgos og svo gerist ekkert í önnur 50 árum. Það var auðvitað það æskilega, en það var ekki nokkur jarðvísindamaður til í veröldinni sem að gæti sagt til það.
Þess vegna þessi undarlega sambýli við eldstöðvarnir sko eitthvað sambland af von og bjartsýni, þrautseigju og þetta draga upp svona lýsingarorð sem gera það að verkum að þetta svona ástar-hatursamband. Þetta samband Íslendings við eldstöðina og það mun ekki breytast með að verum hérna. En ekki aðeins öðruvísi við þessar hraungosaeldstöðvar eins og hér, að þær eru ekki með kvikuhólf? Nei, sko, það hafa ekki þróast svokallaðar megin eldstöðvar á Reykjanesskaganum nema Hengillinn. Hann mjög ungur, hann ekki nema 200-300.000 ára. Megin eldstöðvar geta orðið 500.000 til 1 milljón ára gamlar og virkar allan tímann. Og það þýðir sem sagt að gjósa af og til. En hin eldstöðvakerfin hafa náð að byggja upp svolítið hálendiskerfi sem nú meðal annars bara vegna þess að það gaus undir jökli og gosefnin hrúguðust upp eins og bara Faradalsfjall og Keilir. Og svo getið þið séð hvernig þetta lítur út þegar ekki jökull. Þá þetta svipað því og þráinsskjöldur. En það eru ekki svona megin eldstöðvar á utanverðu Reykjanesi. Herðu, þetta búið að vera mjög lærdómsríkt og gott fyrir okkur og þekkjandi því að Trausti þá getum við sitið hér í allan dag og þú farið yfir þetta með okkur. En ég heldur við látum bara staðan mig hér og þakka ykkur kærlega fyrir nema sé eitt sem þið viljið segja að lokum. En annars bara þakka ykkur kærlega fyrir. Sömuleiðis, þetta var bara mjög